Komið sæl. Að þessu sinni það ábendingarfornöfn. Þetta ensk málfræði með þetta. Ábendingarfornöfn eða relative pronouns eins og þau heita á ensku tengjast manneskjunni eða hlutnum sem minnst hefur verið á. Þau eru who sem að þýðir á íslensku sem. Það notað manneskjur. Dæmi: It was Abby who made the difference. Þarna notum við who til þess að vekja athygli á því að við erum að tala Abby. Which sem að þýðir líka sem notað til þess að tengja við dýr, hluti eða jafnvel til að vísa til allra setningarinnar. Hér koma tvö dæmi. The house which James bought is very nice. Þarna notum við which til þess að vísa í húsið sem James keypti. Ruby is going to report Abby to the police, which is understandable. Þarna notum við which til þess að vísa í alla setninguna á undan. Það sem sagt það sem okkur finnst skiljanlegt að Ruby ætli að kæra Abby til lögreglunnar. Þriðja ábendingarfornafnið sem við ætlum að skoða that sem þýðir líka sem. Það stundum hægt að nota það í staðinn fyrir who eða which. Dæmi: I saw one of the pictures that Abby published. Þarna hefðu við alveg eins líka geta notað which en that valkostur fyrir okkur að nota. Ábendingarfornafnið whose, það ekki til þýðing fyrir það í íslensku en ef við yrðum að þýða það þá myndum við nota orðið hvers. Það notað til að vísa til eignar á einhverju. Dæmi: James, whose house burnt down, was really sad. Þarna notum við whose til þess að vísa í húsið sem að James átti. Þannig að James, hvers hús brann, væri þetta á mjög beinni þýðingu en virkar að sjálfsögðu ekki nógu vel. Við myndum þurfa að segja á íslensku James sem átti húsið sem brann en það það sem að þetta merkir í rauninni. What getur líka verið ábendingarfornafn og þýðist þá sem það sem. Það notað til að vísa til einhvers sem sagt eða gert Dæmi: What Abby did is almost a crime. Þarna erum við að nota what til að vísa í það sem Abby gerði. Annað dæmi: That's what I said. Þá ég að vísa í eitthvað sem einhver annar sagði sem ég hafði sagt áður. Þetta voru ábendingarfornöfnin og hér það sem ég kalla the bottom line eða aðalatriðin. Það sem algengast að ruglast á þarna hvenær við notum who og hvenær við notum which. Og ef við þurfum að muna það sem sagt að who bara notað persónur eða manneskjur, which ekki notað persónur eða manneskjur. Og að that má stundum eða oft nota í staðinn fyrir who og which. Takk fyrir, þangað til næst.